Já, hérna erum við komið með einn alveg frábæran nýjan frá Hyundai. Þessi bíll af gerðinni Hyundai Ioniq 9. Þetta stærsti bíllinn frá Hyundai í dag og ekkert ósvipaður í laginu og til dæmis Santa Fe bíllinn nýji. En hann talsvert stærri, hann yfir 5 metrar að lengd þessi bíll og hann byggður á palli systurbílsins Kia EV9 sem við höfum prófað áður hjá bílablogginu. Þessi hérna, hann búinn alveg gríðarlega mörgum nýjum og skemmtilegum fítusum sem ég ætla að sýna ykkur og segja ykkur frá í þessu myndbandi. Hyundai í Garðabær, þeir bjóða þessa bíla í 3 útfærslum. Það limited útgáfa sem afar vel búin. Síðan það svokölluð kalligrafí útgáfa sem enn betur búin og svo hægt að fá hann í performance útgáfu eins og þessi bíll hérna. Hann sem sagt með kalligrafí búnaði en hann í performance útgáfu, þar að segja mótorarnir í honum gefa 435 hestöfl og toga 700 Nm á meðan að hinir 2 bílarnir þeir með 313 hestafla mótora og gefa 605 í togi. Hérna erum við með 285, 45, 21 tómu felgur á þessu og dekkin 285, 45 og hann liggur alveg eins og steinn á götunni þessi bíll fyrir vikið. Hann alveg rosalega þéttur í beygjum, hann tekur hornin vel og ekki nóg með það að fjöðrun í þessum bíl sem sagt af performance, það performance fjöðrun í honum og það rafstirnanleg fjöðrun að aftan í þessum bíl. Þannig að ef við stillum hann til dæmis í sportstillinguna eins og við prófum á hann, að þá verður hann svona þéttur og stinnur en í til dæmis normalstillingur hann bara mjög mjúkur og mjög þægilegur í akstri. Maður finnur ekki fyrir misföllum í veginum og við finnum ekki fyrir hraðahindrunum eða neinu slíku. Þannig að þetta svolítið nýtt, þetta þungur bíll en maður finnur ekkert fyrir því þegar maður ekur honum. Já, nú erum við akka hérna Reykjanesbrautina og ég á krúsinu bara á 90 og með skinnvatahraðastiltan hérna. Það sem mér finnst svolítið spennandi við þennan bíl að svo gott að keyra hann. Maður svo afslappaður í akstrinum hérna. Það hægt að stilla sætin alveg milljón vegur og til dæmis ef þú setur hann í, það eru mismunandi aksturstillingar hérna. Ég með hann í Eco og ég ætla að setja hann í normal og þá hefur mun meiri snerpu en ekki nóg með það að ef þú setur hann í sport að þá þrýstast hliðarnar á sætunum hérna saman og mynda svona sportsætis feeling og núna ég með hann stiltan í sportstillingu sem að gera hann miklu næmari heldur en hann í hinum stillingunum, það að segja Eco eða normal. Svo getur þú búið til þína eigin stillingu fyrir þig sem að þú fílar. Og það alveg svakalega flottur feelingur sem kemur þegar maður fer bara í sportfeeling þegar maður að keyra bílinn í þessum ham vegna þess að þú finnur sæti breytast, bílinn verður allur miklu snarpari og sneggri og hann svona í svona sportham myndi maður segja. Þegar að þriðja sætaröðin uppi þá höfum við 338 lítra farangúsgeymslu sem bara svipuð í svona litlum E20 fólksbíl sem sagt með öll sæti uppi fyrir 6 farþega. Ef við leggjum afturstu sætaröðina niður þá erum við með einhverja 908 lítra. Ef við leggjum bara allt niður þá erum við bara komið 2500 lítra geymslu sem bara eins og sendibíl. Hann með svona eins og tækni eins og nýjustu headphonein sem allir vilja eiga í dag með eða noise cancelling tækni sem þýðir það ef þú ert að aka í bílnum þá hérna litlir svona eins og tappar hérna sem í raun og veru hljóðupptökutæki sem að taka upp vegghljóðið í bílnum ef eitthvað sem nú ekki mikið reyndar og svo spilar það hljóð sem í mótsögn við það hljóð í gegnum hátalarakerfi bílsins. Það opnast alveg rosalega vel á honum hurðirnar, allar hurðir. Svo ef það eru aðdáendur hérna úti þá lokar maður bara fyrir með svona skyggnir hérna. Þetta
þú veist, það er bara eins og maður siti bara ekki í bíl. Þetta er svo mikið pláss hérna og sætin eru mjög há. Vélundin hér er hægt að setja hita og kælingu í aftursætin og ekki nóg með það eru Isofix festingar hér í 2 sætum og líka í öftustu sætaröðinni sem ég ætla að sýna ykkur á eftir. Hérna er svona rúskin í toppnum og það er glerþak hérna og það meir en það er topplúga. Hérna er hægt að draga svona gardínu fyrir ef við viljum ekki hafa opið upp og svo er sóllúga sem er hægt að lyfta upp og svo draga hann alveg út þannig að þakið er opið. Hérna er hleðslugáttin. Hún opnast svona í 90 gráður sem er svolítið sérstakt. Á svona nýjustu rafmagnsbílunum þá finnst mér að það ætti að fara svona út með hliðinni vegna þess að það er ekkert mál að labba á þetta og þá rifnar þetta. Hér er þetta að hlaða bílinn í heimahleðslu og hann tekur 11 kWh inn á sig í einu. Svo er þetta að fara með hann í alveg rosa djúsi hraðhleðslu þar sem hann getur tekið 350 kW inn á sig í einu og þá er þetta að hlaða hann á einhverjum 24 mínútum ef að þú ert með bestu skilyrði á stöðinni. Rafhlaðan í honum er 110 kWh og dragnin er 600 km. Á þessum bíl erum við að tala 600 en á Limited típun og Calligraphy típunni erum við að tala 605 km. Nú, svo getum við til sannsvegar fært að ef við færum þetta upp á Ísland og þú hleður hann í 100% segjum við, þá er allt í lagi að taka 30% af því og þá ertu komið með kannski raundragni. Ég get settið hér og loka þessu svona. Svona. Ég svitnaði ekki við það. En þetta er sko alveg dundur pláss hérna aftur í. Það geta alveg sitið hérna sko 2 fullorðnir. En svo vil ég náttúrulega bara komast hérna út. Og þá kannski bara íti ég hér. Og svo labba ég bara út úr bílnum. Það getur því að það er svolítið langt út úr honum. En hérna lokast hurðin yfir þetta þannig að maður setur ekki óhreinindi í buxur eða fötin sín þegar maður stígur út úr bílnum en maður þarf að koma við þetta hérna.